Þá bara ætla ég að bjóða okkur velkominina. Nú erum við að taka upp podcast fyrir Háskólan á Bifröst og partur af jafnréttisdögum allara háskólana. Og hjá mér hérna í setti eru Magnús Mári, verkefnisstjóri gervigreindar við Háskólan á Akureyri. Velkomin. Takk. Og Bergrós Ásta Guðmundsdóttir, þriðja ársnemi við Menntaskólan á Akureyri í meistaraflokki K.A. Þórs og unglingalandsliðunum. Ég að gleyma einhverju? Nei. Ólst upp í Noregi til 14 ára aldurs sem áhugavert líka. Sjálf heit ég Greta Bergrún Jóhannesdóttir og sérfræðingur við Háskólan á Bifröst og doktor hérna frá Háskólanum á Akureyri. En við ætlum í dag að ræða gervigreind og kynfrelsi. Þetta svona kannski svolítið stórt ýmislegt hugtak, en kannski ef við byrjum aðeins á þér, Magnús, þú ert sérfræðingur í gervigreind. Já, svona eins langt og það nær. Eins langt og það nær, það kannski ekki hægt að vera sérfræðingur í gervigreind. Ef við byrjum bara, gervigreind hugtak yfir fjölbreyttan flokktækni, tölvutækni sem hefur verið til lengi. Það sem við erum tala hér það sem við köllum skapandi gervigreind eða generative artificial intelligence sem að svona kemur fyrst fram á sjónarsviðið 2022, í nóvember 2022, þá opnar ChatGPT fyrir almenning. Og ég ekki búin að ná alveg þessum 10.000 klukkutímum sem þarf til þess að vera sérfræðingur, en það fer líklegast að styttast í það, sko. Þetta ekki lengra síðan gervigreindin var svona einhvern veginn inn í okkar lífi? Ekki þessi skapandi gervigreind, ekki þessi large language model, eða stóru, eða risa molecule. Já. En svona, að því ég svona aðeins að spá í bæði svona myndbirtingar og myndbrot, þessi svona smellibeitur svolítið sem maður að sjá rosa mikið núna, það sem verið að nota myndbunda fólki búið til í gervigreind, allt þetta. Þetta sko eitthvað sem að við komum einhvern tíðan mann til með að geta stjórnað? Nei. Það bara stuttasvari? Það bara búið að eyðileggja internet. Það búið að eyðileggja internet, það svoleiðis. Já, og það bara, það bara staðrendir. Ef við farið bara inn í YouTube eða Instagram eða TikTok eða eitthvað, það algjörlega ómögulegt fyrir okkur að filtera út hvað raunverulegt og hvað búið til með AI. Nei. En gagnvart þér, Bergrós, ef við spáum í þessar svona smellibeitur, þetta eitthvað svona, áttar þú því á því hvað gervigreind og hvað ekki heldur og fólk almennt, ungir og aldnir? Sko, já, stundum, þetta fer rosa mikið eftir, þetta búið að þróast bara mjög mikið bara á síðustu 2 árum. Myndi ég segja, og þú veist, það visst efni sem að maður sér alveg gervigreind, skiljum mig, og ég held að við sem erum yngri sjáum að frekar heldur kannski ömmur og afar og svona, og þú veist, margir hafa verið að leika sig með að, þú veist, gera eitthvað vídeo og svo bara fara sína ömmu og þá bara amma bara, hvað þetta, skiljum við, þetta bara eitthvað, þú veist, og við höfum gaman á því, skiljum við, en auðvitað fullt sem að maður bara nær engan veginn að sjá, skiljum við, hvað gervigreind ekki, og þú veist, við höfum eins og í skólanum fengið bara fræðslu það, hvernig maður á að geta greint á milli gervigreindar og bara hvað raunverulegt, hvað ekki. Og sko, það sem ég samt sagði við í spurningarna í tímanum og þeir voru að segja bara svona fullt af smáatriðum, þú veist, meikar þetta sens, þú veist, að þessi, þú veist, að þetta sé svona, skilur, þú verður bara að hugsa í gegnum þetta, ekki bara hoppið að eitthvað sé satt þegar þú sér það, skilur, það rosalega mikilvægt að ekki bara trúa öllu náttúrulega sem á netinu sem alltaf búið að segja við okkur, en þetta samt kannski fer á next level þegar þetta eitthvað vídeo, myndbanda því að það rosalega auðvelt að trúa því, en þá sagði ég mitt bara, ok, þótt að þið sé að kenna okkur þessa punkta núna sem við getum, þú veist, til þess að greina á milli, þá gervigreindin ekki alltaf að, þú veist, þróast, þessi punkta til staðar eftir ár, skilur, þetta alltaf bara að þróast. Þannig að þú veist, ég sagði bara, þú veist, þá mun þetta ekki alltaf, þú veist, þessi punktar sem þér að segja mun ekki alltaf vera til staðar og þeir segja líka nei, þú veist, við vitum ekki sjálfur hversu lengi við getum verið að segja þetta og reyna að kenna fólki að greina á milli. Sko, við vorum nú bara í Kastljósinu hérna á starri tæknimannum okkar hérna útbjó fyrir hérna Óðinn Svan í Kastljósinu innslag og þeir þurftu að setja á hann svona í endan í svona englavangi á hann til þess eins að fólk myndi átt að sjá því þetta væri gervigreind vegna þess að þau klónuðu bæði sko líkamann, andlitið og röddina og að horfa á þetta var bara ekkert merkilegt vegna þess að þetta var bara Óðinn Svan að flytja
kynningu fyrir Kastljósi fyrir framan Akureyrarkirkju, eða bara í miðbæ Akureyrar. Sem var samt gervigreint að mynda. Já. Svo er það, þú veist, stundum er þetta ekki svona eitthvað svona því að oft ef maður bara svona, ok, er þetta gervigreind, þá er þetta eitthvað svakalegt á myndinni. En núna er samt, þú veist, maður myndi kannski með þess að minna hugsa það ef þetta væri bara eitthvað eðlilegt sem er samt lygi, skilur, þú veist, ef ég myndi gera eitthvað, þú veist, láta vinkonu mína bara vera að gera eitthvað á mynd sem hún er ekki að gera, en það er kannski ekki eitthvað svona smelli beita, skilur. Nei. En þá myndi allir trúa því, af því að þú veist, fattur mig, þannig að það er rosa svona fyrir eftir líka bara. En heldur þetta sé ekki líka, sko, er þetta að rýra, sko, sannleiksgildi heldur að þið hætti maður bara að trúa allir sem maður sér? Sko, já, þetta er, ég hef oft hugsað, þetta fer nefnilega núna smá í báðar áttir, af því að við erum farin að, allavega við yngri, svona eins og, sorry, en því eldri, kannski svona frekar trúið því sem er, hana. Við tökum þetta ekkert, já. En við yngri nefnilega, vandamál er að þetta fara að snúast í hináttina líka. Hlutir sem eru sannir, kannski trúið maður ekki. Það er svona, þú veist, líka svona vonda áhrifin af þessu. Já. Þótt að þessu segist, það er margt sem getur verið mjög skemmtilegt við þetta og allt svona, en þú veist, en já, þannig að maður kannski oft sé bara eitthvað, svona, einhver gerir eitthvað af sér og svo bara er myndað þá bara, heyrðu, nei, ég segi bara að þetta sé AI, þú veist, þannig að þetta er svona, feir bara í báðar áttir. Þannig að það fara að nota það svona sem afsökun einhvern veginn. Já, þannig að þetta er svona, maður efast allt, einhvern veginn. Já. Þetta er alveg bara mjög valið punktar sem maður er að fjalla þarna vegna þess að það er verið að rannsaka þetta til dæmis eins og bara með pólitíkur sem er að skandalisera og alls konar nei, þetta er bara einhver Trump notar það mikið. Trump er meistar í þessu. Trump er meistar í þessu, sko. En svona, ef við spáum líka bara eins og nú í djamminu, af því að nú ert þú svona komin á þann aldur allavega að fara í Sjallann og það var nú líka þannig að ég á mínum yngri árum fór mikið í Sjallann, en nú erum við bara símar út allt, þú veist, þannig að er þetta bara, þú veist, er bara gamli góði Sjallannsleikurinn, er hann bara dauður? Sko, ég ætla að veit ekkert hvernig það var við ykkur, en ég trú alveg að þessi svona símanótkun og þú veist á djamminu og bara að því að það er bara tekið í vídeo og myndir af öllu, þú veist, maður kemur heim og þú veist, maður eða bara deginum eftir bara að skoða bara hvað var að gerast í gerð, bara endur lifa kvöldi, skilur, en og ég veit alveg af, þú veist, atburðum kannski sem að fólk gerði og þau fá ekki að gleyma því, af því að það er bara tekið vídeo af öllu, það er tekið, þú veist, þannig eins og með þennan Sjallannsleik, ég trú alveg að fólk kannski hikar meiri við að gera eitthvað svona eða bara, þú veist, lifa í augnablikinu og það þarf alltaf að hugsa sér svona mjög mikið í gegn bara hvað þau eru að gera og ekki kannski bara njóta bara gera eitthvað afskilur af því að þú veist, þetta er miklu svona það er líka að hugsa með svona þessa félagslegu stjórnun og það er auðvitað mitt sérsvið auðvitað svolítið svona kannski drusluskömmun líka, ég er búin að skoða svolítið slúður og drusluskömmun og þá hef ég svolítið verið akkurat að spá í þessu, þú veist, eru þessar myndbirtingar, nú eru þar oft meiri þú veist, beint gegn stelpum stundum og konum í drusluskömmun. Svo er líklega gert meira úr oft hlutum sem að gerist, þess vegna kannski þorir maður einmitt ekki að gera neitt af því að þá er hægt að gera eitthvað meira úr því. Þú veist, segjum bara að einhver stelpa myndi fara bara í sleika einhvern strák og svo myndi bara, þú veist, mér tekið myndaði og svo geti einhver sagt bara, já, þetta var bara svona, þú veist, þú sér alveg eitthvað, skilur. Bara mynd af öllu. Já, og þá bara þróast sögurnar líka og einmitt getur komið bara eitthvað, þú veist, þannig að maður þorir kannski ekki að einmitt slúðrið. Já, það er slúðrið svolítið. Mér finnst þetta bara þyngra en tárum tekur, sko. Já. Bara, akkurat þetta sem við bara lýsa, þetta er algjörlega ömurlegt ástand, sko. Og sko, vegna þess að ef þetta hefði bara verið sett á, ímyndum okkur bara að það sé ekki allir með snjallsíma í dag, eða ímyndum okkur bara að það er ekki myndavel á snjallsímanum, það er allir með síma sinni í dag, það er bara ekki myndavel. Svo bara allt í einu á morgun, það er bara búið að tilkynna það, bara á morgun, þá fá allir myndavel síman sinn og þú getur bara tekið vídeo og myndir og alls það. Ég er alveg viss um það að þá myndi nú líklega sko stjórnvöld segja bara nei. Þetta getur ekki verið gott, sko. Fólk vill ekki hafa líf sitt í beinni útsendingu vegna þess akkurat þess að þú segir. Að þá stjórnast af svo miklum ytri áhrifum þegar ef þið langar að fara í Sjallannsleik á þess að sko það sé bara á forsíðu í story hjá öllum vinnum þetta eftir
það er bara búið að ræna þig af einhverju svona áhættuð tökku sem að felst í því að verða einhverju mannesku, segi ég veit það ekki, kannski þetta bara alltaf leið. Ég, einhvern veginn svona, því þannig ég líka spái akkurat þetta með hvaða áhrif þetta hefur á bara okkar frelsi. Ég ofboðslega fegin að þetta var ekki á mínum tíma í þú veist, svona á yngri árum. Ég held að mín kynslóð, við erum öll að hugsa þetta saman. Við erum rosalega fegin að það voru ekki myndaðar út allt. En erum við einhvern tímann að fara sko tilbaka í þá átt kannski að það gætu verið svona símalausir staðir? Það er rétt að vona. Já. Ég held að það væri, þú veist, það væri allavega hægt að prófa, þú veist, ég hef bara, ég hef aldrei prófað að fara eitthvað bara án síma, sko. Þannig að, og svona, þú veist, fyrst þegar ímyndið mér að það er bara nei, þú veist, af hverju, skiljur, það er bara, við erum bara alltaf með símana og, þú veist, það er margt, ég veit að margir ungi myndi segja sé bara jákvætt, en ég er samt sammála, þú veist, ef maður svona hugsar það, að þetta hefur áhrif á frelsi mann, sko, maður tekur ákvarðanir út frá, þú veist, að það sé verið að fylgjast með mér, að það mun enginn gleyma þessu, það er bara á myndband af þessu, þannig að hafa svona símalaust geti alveg verið, bara, þú veist, þegar maður hugsa geti alveg mjög sniðugt, sko, bara að prófa það líka, bara vitandi það, þótt þú gerir eitthvað, ok, fólk man það kannski, en þú veist, það er engin bara prúf. Það er miklu skemmtilegur sögur sem mannst, sko. Já. Og það er eitt sem ég langar að spyrja, annað sem ég langar að koma að einmitt þetta, sko, að við erum líka að missa frásagnarhæfni okkar, af því það var alveg fyndið að segja sögur af einhverju sem fór í sjálfsleik, sko. Og sagan var oft svo skemmtilega því að þú varst að endur upplifuna í gegnum þitt ástand sem var kannski ekkert síðan heldur en þess sem að var í sleik. Þannig að úr þessu gætþóruð skemmtilega sögur. En nú er þetta bara enga sögur nema að geti sko reikið síma framan í einhvern og sýnt þetta í háskerpu. En þegar þú talar mér fannst sko, þú hnyftir á því að þú sagðir að það er jákvætt við þetta. Mér langar bara svolítið að heyra, sko að því ég á 2 dætur, 5 og 11 ára. Og ég segi alltaf við þær sko að ég sé búin að eyðileggja mér heilan að því ég er í símanum og tölvunni og eitthvað, en ég sé að forða þeim frá því. Og þegar þú talar jákvætt við síman, hvað er það sem er jákvætt? Sko, ég myndi segja bara að okkur þetta er bara svo stór partur af lífinu okkar, þú veist, mér finnst bara ógeðslega gaman að geta verið með minningarnar í, þú veist, skemmtilega minningar í símanum. Þú veist, ég veit ekki hversu oft ég fæ bara senda á Snapchat, bara heyri memories hérna, skilur, árið síðan. Bara þetta var ógeðslega gaman og þú veist, ég bara þekki kannski ekki annað og ég væri alveg smá bara svona, ég veit að ég væri ekki að segja fullan sannleikann, ég væri hérna bara, já, við höfum símana og okkur finnst það umlegt, það er bara, þú veist, ég veit að allir... Það er ekki raunveruleikinn, sko? Nei, ég segi það, þannig að, þú veist, ég veit bara, þú veist, og ég er sammála því að, þú veist, síminn er mjög skemmtilegt og gaman að geta notað hann, ekki það, ég veit ekki hvernig það er öðruvísi, en þú veist, það er bara, þú veist, taka myndir, vera með minningar og alls konar þannig. En þetta er líka, sko, hérna, af því að við erum líka, sko, nú kom til þessu upp mál hérna núna í vetur, erfitt mál í grunnskóla, þar sem að er búið til gervigreinda myndband af kennara og nemenda í sleik. Já. Svo við höldum áfram að tala sleik, það áttum ekki að vera alþemað, en allt í lagi, já, höldum bara áfram gott þema. Þetta er mjög heiðalegt þema. Og hérna, en sko, ná lögin eitthvað yfir þetta? Eru íslensk lög í einhverju samræmi, faraðu nógu hratt? Sko, þarna líka komum við í að svolítið, sko, hvað segja, ákveðnum ómöguleika í framkvæmd laga, sko, vegna þess að við erum búin að minnast hérna á frelsi og frelsi er alveg óbúslega flókið hugtak, sérstaklega þá býr í svona samfélagi sem að vill hérna byggja mannréttindum og öðru slíku, að sko bæði að sko til þess að koma í veg fyrir framleiðslu á svona efni, vegna þess að þegar að búið að birta það, jú, þá getur farið og verið með einhvers konar refsistefnu. Það er svolítið, það er svona pínu flókið líka. Í fyrsta lagi náttúrulega myndu vilja koma í veg fyrir gjörningin í upphafi. Og ef við ætlum að gera það, þá þurftum við að vera bara með pínu svona norður-kóreskan stíl á þessu, bara að hafa okkar eigin internet á Íslandi og loka allir umferð, almennings út fyrir, þannig að verður bara ekki hægt að hafa þetta, við erum ekki Norður-Kórea. Þá kemur eftir spurningin, ok, ef við ætlum að fara að refsa þeim sem hafa birt svona mynd, þá þurfum við að finna þá. Og
það nú ekkert sérstaklega flókið að fela slóð sín á internetinu. Nei. Og svo erum við einhverja helgi, segjum við eina helgi, þar sem að það eru birtar 100 myndbönd af einhverjum í sleik við einhvern sem var ekkert í sleik við hann. Það var einhver sem var að henda þessu út í loftið eða margir eða eitthvað. Búa til gervigrindað myndbönd. Þá þurfum við að fara að þjálfa lögregluþjóna og byggja upp stofnanir sem að gera ekkert annað heldur en að elta upp þetta fólk. Og þá er spurning, eru til fjármagn í sameiginlegum sjóðum til að elta sig það og það þá góð nýting á fjármunum? Já. Eða eigum við að reyna að eiga samtalið við ungu kynslóðan og segja, heyrðu, ekki vera búa til myndbönd af samferðarfólki okkar. Það er svo líka maður velti maður fyrir sig sko hvort það sé hægt að kenna þetta. Þú veist, þið voru til dæmis með ásatíða myndband þarna, það sem að skólastjórinn ykkar er settur inn í gervigrind og mjög augljóslegt gervigrindi myndband. Það var beðið leyfi, var það ekki? Jú, alltaf sem þegar við erum að gera einhver myndböndafélögin í menntaskólum að gera einhver myndbönd og við höfum alveg notað gervigrindina til þess að gera eitthvað skemmtilegt og fyndið og þá þarf alltaf að biðja leyfi sko. Þá þarf bara kennari eða skólastjórn eða eitthvað bara sá sem er á myndbandinu. Og þar eru þið að fara þá leið sko og þetta er eitthvað sem er bara á YouTube, þetta myndband til dæmis. En ég menna ég gæti alveg verið heima hjá mér og gert þetta og settu YouTube sko, ef fattar mig. En þá náttúrulega mætti, ég held það má ekki án þess að biðja leyfi eða einhver leiti en ég gæti sem gert það, ég gæti bara að fara inn á einhvern, verið bara með annan account bara sem heitir eitthvað allt annað en ég og það væri ekkert mál sko. Og þá þarf að reyna að fara að nota fjármuni eða mannafla í elta uppi svona. Ég myndi alltaf, eins og þú segir þegar það hvort þetta að tala við yngri kynslóðin þetta og segja að þetta mætti ekki eitthvað. Því miður þá myndi ég segja að það þarf samt líka að setja einhvern pening í það að bara kenna einhverjum að ná svona fólki sem er að gera eitthvað svona því að þú getur ekki, það er alveg svo við kennum börnum eða öllum að það má ekki brjóta lög en það er alltaf einhver sem brýtur lög þess vegna erum við lögreglufatti. Það er alveg eins með þetta, þóttið tala við yngri kynslóðina þá mun alltaf einhver gera eitthvað. Já, og þarna alltaf kemur líka sko, það kemur svolítið fram sko eðli brottsins og ásetningurinn og annars slíkt og ef þetta er einhverjar sko, ef það væri farið í einhverjar sko herrferðir gagnvart einstaklingum eða eitthvað svoleiðis með að vera að birta sí og endurtekið efni og þá náttúrulega er það bara, það varðar það alveg við lög. En þetta er samt líka sko, ég man eftir sko bara í kringum 2000 eitthvað svoleiðis. Það er svona 15-16 ára, þá vorum við að fikta í sko Photoshop og þá var Friends mjög vinsælt og þá voru menn að sko sækja myndir í bláu blöðin og klippa út hausana af stelpunum í Friends og líma þetta saman og gera þetta alveg ofboðslega vel sko. En málið var að þetta var fyndið og eitthvað svona, en ég held samt líka bara að þetta sé svona alda sem kemur yfir okkur og svo bara svona, hættu, þetta verður bara svona suð. Já, með aldrinum þá. Nei, bara með tímanum. Það eins og vinur mínu gerði eitthvað myndband af mér í sleik við vinn minn í einhver bát og ég var svona, þetta er bara svona reykistir, þetta er svona pínu óþægilegt að sjá þetta, svo bara eitthvað, nei. Það fer náttúrulega mjög mikið eftir hvað þetta er, fattar mig, en eins og þannig með nemandan og kennaran sleik. Ég myndi alveg segja að það sé alveg smá alvarlegt, allavega fyrir, ef allir eru bara að trúa þessu, þetta er svona, það fer bara eftir í hvað, Og það er enda líka sko inn og nú að tala að sko hvað alltaf 90% djúpfölsunum til dæmis séu klám, og það er orðið rosa mikið svona kvennhatur svolítið notað og verið að gera klámmyndbönd og þá oft kemur svolítið kvennfyrirlitning þar sterkt. Þannig að maður svona veltir akkurat þessu líka fyrir sér þegar það er svo hægt að taka bara mynd af hverjum sem er og búa bara til þessi sko myndbönd. Þetta alltaf getur verið stór partur af einelti, kannski eins og í þessu, nú veit ég ekki aðstæðnar það sem þessi nemandi og kennari þetta myndband, en væntanlega er þetta nota sem bara part af stafrænu ofbeldi. Já, og þá er það sko spurningin sko, ætlum við að sko, hvernig ætlum við að mæta þessu ofbeldi sko, það er vegna þess að þetta er ekkert annað heldur en það og fólki getur sko liðið alveg hryllilega illa og við erum að sjá ég sendi þið nú rannsókn
nýlega Já, sem að kemur upp úr bók sem að heitir hérna kvíðakynslóðin eða The Anxious Generation sem að fjallar hvenær ertu fædd? 2007. Já, og það fjallar bara þína kynslóð vegna þess að þeir eru fyrsta kynslóðin sem að sko elst upp í heimi þar sem að snjallsíminn er til vegna þess að fyrir okkur þá kemur þetta alltaf einhvern veginn bætst þetta alltaf ég man tíma fyrir internet, ég man eftir skífusíman Já, ég bara man það líka og það er bara verið að rannsaka núna eru fyrst að koma svona rannsóknir yfir langan tíma áhrif á andlega líðan og í raun og veru þennan hliðar raunveruleika sem er orðin til í stafræna heiminum og því miður að þá býða okkar alveg ofboðslega stórar áskoranir að takast á við Þannig að þetta sé svona kvíða Já, þetta hefur mjög mikil áhrif á held ég bara kvíða og þetta getur gert svona bara stafrænt ofbeldi er bara jafnslæmt og jafnvel verra en bara ofbeldi sem hefur verið áður bara svona fyrir svona bara líðan á bara ungum börnum og eða bara ungum krökkum og unglingum og öllum sko bara einhverja svona ég náttúrulega var alveg til áður en gervigreind kom, ég man eftir tími fyrir gervigreind reyndar, ekki tími fyrir internet en ég hef samt alltaf verið þegar internetið er og það að dreifast svona myndir sem dreifast og eitthvað það er bara hræðilegt skilju og bara hefur mjög mikið áhrif á bara einstakling sem að gerist við og núna þegar að gervigreindin getur búið til myndir þá þarf ekki einu svona að vera myndir af einstaklingum þá bara fjölgast það ennþá meira skilju, þetta verður bara ennþá verra þannig að ég er sammála þetta er mjög alvarlegt og bara erfitt held ég að hvernig á að takast á við þetta. Að þeim að líka velti fyrir sér nú til þess kom fram daginn svo góði leikari Robin Williams sem var gamanleikari og svolítið skemmtilegu karakter og það er rosa mikið myndefni með hann. Snildar karakter sem að lést fyrir nokkrum árum. Að dóttir hans kemur fram og segir vil ég hætta að senda mér djúpfalsana myndbönd af pappa. Þetta er bara erfitt. Það var að búa til þarna af því að það er til svo mikið efni það er ekki hægt að koma í veg fyrir þetta og ég fyrir bara að hugsa getum við bara tekið hvaða fólk sem er kannski bara löngu dáið bara og afa eða eitthvað sett inn og svo bara ertu búin að búa til myndband er þetta ekki siðferðislega rosalega rámt? Áttu álpapír stærri ég ætla að hækka hittan vegna þess að síðasti gesturinn í hlaðvarpinu mínu er pabbi minn hann er 77 ára gamall og við ræddum akkurat þessi mál þarna en ég hef engar áhyggjur myndböndunum ég hef áhyggjur því að ég geti bara að tala við hann og ekki nóg með það heldur ég geti tala við hann hann er náttúrulega lifandi núna segjum eftir 40 ár gefum hann langlífi æfinni hann er heilsur hraustur og skemmtilegur en ég meina þetta er bara samtal sem okkar feðgar sem voru þarna og þarna er að því að þú ert með og Stanford er búið að gera rannsóknir því fólk kemur og svara svona persónuleika spurningum og svo ertu með tölvupósti og með Facebook og allt svona þannig að persónuleikin er á internetu myndina þennar, allt þetta þannig að þú segir við stórt málikan vertu þessi og svo taka þér próf á þeim og gera aftur próf og það er svona blind próf að manneskjan svarar prófinu og gervigreindin sem er búið að þjálfa á persónuleika og þeir eru með svona 98% fylgni þannig að þegar og þú veist Nvidia og fleiri eru komnir með svona 3D avatara þannig að þá getur bara þjálfað upp avatarinn og ég var bara að hugsa þetta bara getur farið og ímyndaður og farið í kirkjugarðinn og það standa allir yfir leiðin og vera að tala við einhvern sem er látin því það er svona snjallskjár eitthvað og þetta er ekki framtíðin þetta er það sem það er hægt að gera þetta í dag núna, Já, þetta er svolítið svakalegt því að þá spáum maður akkurat í þetta bara möguleikana sem til eru þegar svo kemur af því að það eru alltaf einstaklingar sem nota þetta svo á ranganhátt eða sem sagt fara í þetta eins og við vorum eins og ég sagði með djúpfölsun og klámyndbönd og svona eitthvað það sem er verið að beita þessu gegn bara einstaklingum í vondum tilgangi og bara sem ofbeldi þannig að þarna ertu náttúrulega með möguleika þegar þú getur bara búið til og þetta sér maður alveg, þetta er komið frægir einstaklingar að glíma við þetta, það er verið að birta myndbönd af þeim
þess að þau að segja eitthvað sem ekki raunverulegt. Ég hef alveg fallið fyrir því að horfa á eitthvað myndbönd og svona minn bara, mamma, þetta AI, veist ég, rosalega gamaldags og hallarsleg, sko. Þannig að maður dettur alveg í þetta er erfitt að greina munnin, sko. Já, en það fer samt líka eftir, þú veist, hvað eins og þú segir að vera að tala, þú veist, við einhver manneskju sem dáin, skilur, ég hef alveg séð á TikTok, fólk sem hefur mjög bara svona, finnst það bara mjög geggjað, fattar mig, það bara svona, vá, það bara, ég get bara sé mynd af, eða þú veist, bara sé vídeo af ömmu minni eða eitthvað, þú veist, og þannig að þú veist, þetta ekki kannski neikvætt í öllum, svona fólk hefur gera alveg jákvætt úr einhver af þessu, sko, þú veist, en ég skil samt að það ömurlegt kannski fyrir bara einhvern sem maður vill ekki fá, það bara endalista einhverjum myndum og vídeoum af. En þetta hefur samt bara verið sko part, og þetta svona, þú veist, sem ég segi, sko, jú, ok, sannarlega getur þetta verið jákvætt að einhverju leyti til, en eins og þú veist bara, sko, eitt af því sem hefur fylgis manneskjunni eru þessar tilfinningar sem við burðumst með og tilfinningar sem móta okkur í gegnum lífið og ein af þeim tilfinningum sem að það er að syrgja, það vegna þess að við erum dauðleg, við erum ekki eilíf og við höfum aldrei upplifað það að, sko, ég man bara eftir, sko, bara af mínum ömmu sem ég, sko, látast, sko, 95 og 96 þú veist, höfðu gríðarlega mikið áhrif á mína æsku og mína barnæsku og svona, og svo deyja þau og maður syrgir þau og þau eru ennþá með mér í dag en það bara til, þú veist, gamla ljósmyndir að það svona, en þú veist, að minningin mín sem og ég veit ekki eins og, sko, þetta er bara eitthvað særa upp af að Stefán og bara, jæja, hvað segirðu? Mér þetta bara eitthvað svona. Já, og svo getur náttúrulega líka kannski verið að fólk svona einangri sér frá svona reality, skiljið, núna þegar ég hugsa svona frá þessu svona point of view hérna hjá þér, þú veist, það kannski líka svona, segjum bara að einhver bara kona myndi missa mannin sinn og bara, þú veist, svo getur hún bara verið bara að tala við hann öll kvöld, það getur verið að hún kannski myndi ekki hafa, veist, hún myndi kannski ekki move on, skilur þá kannski væri lífið hennar, þannig já, þú veist, kannski þetta líka bara það að við verðum bara að geta lifað í nútímanum og bara, þú veist, í raunveruleikanum. Þetta gæti alveg haft vond áhrif á það, sko. Og það er svona, finnst mér svolítið sést þetta og hérna getur komið hugmynd fyrir einhverju sem langar að fara í eitthvað svona sprotavinnu eða eitthvað svona. Það er bara, sko, að veist, rétturinn til þess að fá að deyja, sko. Bara að þú getur það bara, þú veist, þá bara ertu búin að hlaða öllum lyklónuðinum einhvers staðar upp einhvers staðar, þannig að bara þegar þínu tíma er lokið, þá þú bara, þú veist, þá bara einhver sem fer bara og þurrkar þig bara út eins mikið og mögulega hægt er. Þetta er nýsköpunarhugmynd. Þetta er nýsköpunarhugmynd, já. Og kaupir þessa þjónustu, þar að þegar ég dey, sko við, þú veist, maður meira svona með þetta, sko, að hugsa þú veist, þurrki út skilabóðin mín ef að ég skildi, þannig að, þú veist, börnin maður sjá eða vinir ekki svona, alls konar, nei. Núna þegar maður einhvern veginn, þú veist, bara, ég hugsa þetta bara, því það er að opna síman hérna hjá afa, hann hérna, við erum á andlitinu, sko, þú veist, það opna síman, þetta er allt læst á bakvið fullt og svo bara munið að klippa þumalinn af að því við þurfum mörgulega að nota hann þetta er þegar maður fer að rekja þennan snærispotta að því að þú veist, jú, þetta er falleg hugmynd en hugsa ykkur svo hvað er einhver sem svona prompt injection sem að segir að þá er einhver sem að laumar prompti inn og þú ert kannski með einhvern nákominn þér einhver hakkar hann og breytir persónulega. Já, þetta er rosalega svona skeri í hugsun, sko, ef maður komin í þetta, sko. Já. En sko, svo er líka bara svona að því að nú geymir internetið einhvern veginn allt og eins og nú ert þú í menntaskóla og þið eru að gera myndbönd og birta og það er svona ásátið myndbönd og vera dillarasum og alls konar svona mjög gaman, mjög skemmtilegt þegar ég var búin að kíkja á þessu. Sko, þú veist, og nú ert þú líka kannski í því hlutverki að vera þú veist, rísandi stjarna í handbolta, allavega, svona, svo ég segi nú ekki, vonandi, já, en allavega, þú veist, hefur verið að spila fyrir Íslands hönd til þess í úlingalandsliðum, þú veist, og hérna, er þetta eitthvað sem að, svona, þú veist, er þetta eitthvað sem hugsar svona til framtíðalítið, hvað interneti geymir, þú veist, ertu meðvituð þetta? Þegar þetta er sagt svona við mig, þá fer ég alveg að hugsa svona, þá fer ég að hugsa svona, hvað er ég búin að posta
gegnum hann hérna. Það er að hugsa hvort þú að nýta þessa þjónustu og eyða út. Já, fara núna bara eftir að bara hérna, en sko, jú, maður hugsar alveg, áður maður, ég myndi ekki setja hvað sem er á mér netið, sko, Nei. en samt, þú veist, held ég að við erum öll og bara sem erum á minn aldrei, þú veist, kannski ekki allir, en þú veist, en samt bara svona hugsum ekki nógu djúpt í þetta, af því að við erum bara hérna bara lifi í núinu og bara, þú veist, bara já, ég er bara svona, þú veist, og eins og ég tala þetta við systur mín í gær, bara þennan punkt þannig að bara, þú veist, ok, þú veist, erum við eitthvað svona mikið að pæla í því, hvað er verið að, þú veist, setja og eitthvað, og þú veist, hún sagði, já, það er bara gaman, þá bara sjáu þeir fylla minningar, minningar, þegar þú veist, bara svona voru við og þetta var bara skemmtilegt að skoða þetta og ég er alveg sammála því, þú veist, ég ger ekkert núna sem að, þú veist, jú, ok, kannski sé eftir einhvern tímann eitthvað sem ég geri, ég er ekki að segja það, en þú veist, ég geri núna það sem ég held að sé best og þú veist, og þá ætti ég ekkert að vera eitthvað svona, þú veist, þetta var bara ég þegar ég var lítil, skilju, þú veist, þetta var bara hvernig ég var og þú veist, bara, og þú veist, maður á náttúrulega alltaf að hugsa og ég gera það, sko, þú veist, og við gerum allar, ég myndi ekki bara birta hvað sem er, en ég get ekki sagt hvað með mér finnast þetta eftir 20 ár. Nei, það er svolítið erfitt að segja. Og þá getur maður náttúrulega ekki tekið tilbaka, þannig það er svona, já, ég veit það ekki. Nei, þetta er svona af því sem við vorum að tala um áðan, að maður er fegin að þetta var ekki, þú veist, þegar maður var sjálfur ungur að allir með myndalinn og eitthvað svona, en af því að svo náttúrulega líka stjórnum maður ekkert hvað aðrir birta manni, svo er það líka, Nei, sko. Nefnilega. Þú veist, það er auðvitað það sem við erum oft líka að eiga svolítið við það. En það var samt, sko, þú veist, það var samt alveg og eitt sem mér líka svona svolítið maður að vara sig í umræðinu líka og ég og pabbi ræddum, sko, það er það að, sko, gera ekki ómikla rómantík úr fortíðinni, sko. Vegna þess að það var alveg rætið slúður og fólk sem fekk einhvern stimpil á sig og bara gæti ekki losna við einhvern stimpil og þú veist, að því að ég einhvern veginn held að, sko, hlutfallega þeim sem eru drullusokkar, sko, þó að komi einhver tæknibylting, það kannski er ekkert endilega sama sem merkir með það að, hérna, að drullusokkunum fjölgi, sko. En aftur á móti held ég kannski að, veist, eins og þú varst að tala um að það er auðvelt að vera í símanum, það er auðvelt að vera í tengslum við fólki sitt í gegnum símanum og svona, hvort að við séum að muna að byggja upp nægileg tengsl í raunveruleikanum og byggja upp þá traust kringu sig eins og við bæði Pétur Mokk sem að koma til mín og svo pabbi líka, eins og við erum alveg hægt að detti í heimsókn til einhvers, það er allt svo skipulagt hjá okkur og það, þetta er allt, síminn eða sko stafræntæknin er alltaf milliliður á milli samskiptan okkar, sko. Þannig að maður er einhvern veginn að velta fyrir sig, sko, erum við að gleyma því að, þú veist, rækta mannlegu tengslin án tækninar. Já. Þetta er alveg líka, sko, af því að nefndir líka eins og slúður, að það er svona eitthvað sem að hefur auðvitað bara, er bara jafn gamalt mannkinn. Það er bara eitthvað, og við erum aldrei að fara að losna við það, því þetta er bara okkar félagslega leið til eiga tjáskipti og samskipti og hefur alveg jákvæðar og neikvæðar hliðar, ég er nú búin að fjalla mikið um þetta í síðastliðin ár, sko. En þannig er náttúrulega líka kannski að glíma svolítið við þann raunveruleika sem að mér langar að skoða en ekki koma nógu langt með. Það eru samfélagsmiðlarnir og hvernig, sko, þetta eru svo, sko, markvisst og beitt tól og tala nú ekki um það þegar þú getur búið til bara líka, þú þarft ekki að búið til lygastöðu, þú getur bara búið til mynd og birta myndband og þetta flýgur hraðar heldur en nokkur flökkusaga. Já, og menn er að gera það alveg gott að því að búa til, sko, bæði Instagram-akkánta og OnlyFans-akkánta og bara með einhverju AI fólki sem fólk bara fer að fylgja og kaupa sér aðganga. Já, það er alveg þannig. Ég hef síðan pappa eitthvað Instagram, síndi einhverja stelpu en það var bara, finnst þú ekki ráðtekuna? Hann bara, jú, ég bara virkulega fínast að stelpa og ég bara, já, þetta er ekki alveg stelpa. Hún er ekki til, bara illa account, sko. Þetta er bara mjög mikið, sko. Fólk sem er að græða á því, kannski getur verið bara einhver 70 kall skilur að gera þetta og þú veist, svo er þetta bara hérna 20 ára gamla kona á Instagram skilur, þú veist. Og vissi líka að það var líka Vogue, allir brjálæri við að það var einhver Vogue model sem var ekki, þú veist, þau völdu að gera AI-mynd af svona coverinu sem var ekki, þú veist, ekki alvöru model. Gerði Vogue það? Já. Tímaritið, en sko, málið er að, sko, bara þannig, bara til að skýra þess út fyrir einhver skalan. Vegna þess að þetta er ekki, þetta getur einhver 70 kall eða kona eða hvaða kyn sem er verið að stúrsa þessu. Málið er bara, þetta er iðnaður. Að þeir búa til 10.000 akkánta
og henda þeim út og svo fer einhver að býta allt í einu fer, þessi að safna followers þá hendum við hinum og notum þennan og þetta er bara svona þetta er bara svona mokstur af drastli inn á internetið og svo vinna þeir með það sem er pikkað þetta er ekki þeir eru ekki að sko fínstilla einhvern einan sem á að fara að vera að trenda heldur þeir bara og hún bara til 100.000 falska akkánta og 98% ger ekki, eða 99,8% ger ekki neitt en þessi 2% þeir eru bara allt í einu komið með 1500 followers og OnlyFans eða eitthvað en en eins og gagnvart því verður þetta þá sko heldur þetta verður þannig að við náum einhvern veginn að svona gjaldfella þetta þá þannig að við getum þá bara sagt heyrðu þú veist þetta er AI þú veist það er ekki verið að búa þú veist maður geti bara í rauninni sagt hvaða mynd sem ef að væri eitthvað myndband birt af manni þú veist þannig að maður getur alltaf bara sagt heyrðu þetta er AI þetta er ekki raunverulegt þú veist getum við einhvern veginn bara þá þú veist ef að vera birt einhver já getum við sko gjaldfelt þá bara það þannig að ef einhver lendir í því að það sé alvöru myndband birt skilurðu að þú getur bara sagt heyrðu yttu öxlum að þetta er eitthvað AI og fólk það bara já ok ég trúi þessu en þetta var þú veist ef það ekki gæti það verið kannski ein leið gegn stafrænu ofbeldi líka við verum orðin svo samdauna þessu að við trúum engu það er það sem ég er nú að vona þetta verður bara eitthvað svona suð eitthvað svona sódóma ömurleika sem er bara til þarna og við förum bara að nota internetið sko og að því líka það er mjög slæmt ef við erum svo mikið ef ekki fólk að við trúum engu og þess vegna held ég til dæmis að hlutverk sko fjölmiðla bara eins og hlutverk ríkisfjölmiðla og þannig stofnun að það sé sko þeirra hlutverk sé núna bara sko alveg ótrúlega mikilvægt í að vera sko bullshit filter fyrir okkur hinn sko að því ég vil trúa því sem ég les ef ég fyrir á rúf.is eða Reuters eða eitthvað og ef þau gera mistök eins og BBC ef þau gera mistök þá er það bara stórmál sko. En ef þetta birtist á Twitter eða Instagram eða eitthvað Trump sé fíbl eða eitthvað þá bara öllum sama það en ef það birtist á BBC þá er það bara heyrðu, þetta viljum við ekki sjá sko. Við viljum auðvitað hafa eitthvað skala af trúverðuleikum fjölmiðlum þarna sem við getum svona aðeins treysta sig í fyrsta Þannig að ef þú veist að það komið eitthvað óheppilegt myndbandaðir í dreifingu og þar á RÚV þá hefur þú gert eitthvað hraustlega að þér sko. Já, maður getur nokkuð með treysti eitthvað hraustlegt að þér sko. En já, þetta er bara ótrúlega áhugavert og ég held að þú veist, við séum bara búin að fara svona vítt og breytt yfir þetta. Hvað svona ef við endum á því þú veist eins og með framhaldsskólana eða það háskólan nú veist og koma svona þetta útskast í vor og svona hvernig finnst þér svona fræðslan, hvað er hægt að gera? Sko, við tölum mjög mikið þetta, bara, þú veist, ég tala gervigreind í alvöru held ég á hverjum degi, sko, bara oft bara þess að þakka henni fyrir hvað hún er að gera fyrir mig í skóla, bara, þú veist, bara hvað hún er að nýtast mér mikið, og bara við stelpum það bara eitthvað tengt AI, og við tölum líka oft það svona þegar að til dæmis kennarar banna okkur að nota gervigreindina, þú veist, banna okkur og segja, þú veist, þið ætlaði bara núna, þú veist, við sjáum við noti gervigreind og og það er bara stranglega bannað, skilju. Við sjáum að þið noti gervigreind, það er stranglega bannað, ok. Þú veist, það er bara, kemur að sig bara svona, já, þú veist, við vitum alveg hvernig gervigreind virkar og laga eitthvað, skilju, og svo bara sorry, en oftast þá eru við bara, þið veit ekkert hvernig, það er þetta, þannig og svo notar helmingurinn gervigreind og bara gengur vel, skilju, og bara að reyna svona að stoppa okkur frá því að nota þetta og síðan eru aðrir kennarar sem að segja bara ok, þú veist, noti þið veist, er ekkert að stoppa okkur frá því þið geti ekki stoppa okkur frá því að gera það þetta er bara eins og bara Google sko núna þannig að og við tölum oft það að það er mér svo mikilvægt frekar en að reyna að svona afneitinni og svona þá að nýta hana til þess að þú veist, bara kenna okkur á hana skilur þú veist, að því að það er bara framtíðin, við getum ekki neita því, þetta er bara framtíðin og þá hugsa ég alltaf frekar þess að í skólanum bara að ég ætla að læra að nota gervigreindina, ég ætla að nota hana rétt, þú veist, ég ætla ekki bara að spyrna kannski einhverju bara út í bláan, ég seti inn upplýsingar sem ég læta hana að vinna upp úr, bara svona alls konar svona atriði og mér finnst mikilvægt svona eins og með skólana og framhaldsskólana þannig að
taka tillit til þess að gervigreindin hérna til þess að vera og að kenna frekar að nota hana rétt, frekar en að reyna að afnýtinni, af því að það bara, þú veist, það ekki hægt eiginlega og þá ertu að láta nemenda fara á bakvið og kannski gera þetta allt vitlaust og þú veist, frekar bara að læra á þetta. Já, það bara, sko, það sem að þú ert að segja sko, bæði sko sorglegt, vanandi svona neoludita nálgun, sko, bara eitthvað, nei, þetta bara eitthvað svona eins og brenna bækur, sko, bara nei, þetta uppspretta upplýsingar sem skítug, sko, þeim ekki nota þetta og við sjáum það, en sem ekki rétt. Aftur á móti, sko, þá held ég að eins og það gleður mig að heyra hvernig við nálgast þetta vegna þess að ef að við erum meðvituð þetta og ef við geymum aðeins umræður djúpfalsanir og það allt saman, að þá þessi tækni, hún getur verið svo valdeflandi og hún getur leyft okkur að glíma við áskoranir og verkefni sem okkur hefur ekki dreymt áður. Ég kemst miklu sneggri yfir meira efni núna, bara þú veist, ég læri, þú veist, ok, það verður náttúrulega til hvernig þú gerir þetta, en ef mig langar að læra eitthvað, þá get ég farið gegnum miklu meira efni á styttri tíma, að því ég get brotið þetta niður, spurt spurninga, komið stað því sem ég langar bara fyrr, í staðan fyrir að vera endalaust bara leita í einhverju, þú veist, bók hérna, þú veist, bókaskurðu. Já, þannig að þú veist, þetta bara geggja, sko, eða þú veist, mér finnst það bara, þetta bara, þú veist. Eins og ég segi, sko, ef maður meðvitaður takmarkanatækni, að hún getur búið til rangar upplýsingar og getur verið hlutur á að þá maður bara bundin af ímyndaraflinu hvað maður langar að gera, sko. Og frekar þá að læra það heldur en að reyna að fara á móti og þá bara læri nemandinn ekki neitt og læri ekki nota hana en alltaf að fara að nota hana, bara þú veist, það bara alltaf, þetta bara fyrir framan okkur og frekar þá að læra að nota hana heldur en að vera mitt bara að reyna að nota einhvern veginn og ekki kunna þá að fá vitlaust út úr því að þú ert ekki búin að læra að nota hana. Þetta þannig, sko. Herðu, geggjað. Bara takk kærlega fyrir að vera með okkur. Við erum búin að fara yfir sjálfsleikinn og sótum og raunveruleikans og gervigreindina og kynfrelsi og alls konar. Þannig að ég bara, takk fyrir að vera með í þessu podcasti í dag. Já, bara takk fyrir að bjóða okkur. Takk fyrir mig. Takk fyrir mig.